Kæru ættingjar og vinir, ég býð ykkur velkomin í Vídalíns kirkju til þessarar kveðjustundar. Við erum saman komin til að kveðja hana Mörtu, fara yfir lífið hennar, rifja upp hver hún var og kveðja af virðingu og kærleika. Og ekki síst þakka. Þakka fyrir tímann, þakka fyrir allt þetta þakkarverða þegar að manneskja kveður ævina eftir öll þessi ár hér á jörð. Og það auðvitað þannig að það komast aldrei allir til að vera með og okkur hafa borist kveðjur. Amsterdam hópurinn sendir hinstu kveðju til kærrar vinkonu og kærleikskveðjur frá íbúum og starfsfólki Hrafnistu Ísafold með þökk fyrir samfylgdina. Og svo eru einstaklingar staðsettir erlendis og átti ekki heimangengt, en samúðar kveðja barst frá Gullu í Danmörku, Huldu Sigurjónsdóttur, frá Siegfried, Rut og fjölskyldu í Forstinning, München í Þýskalandi og Ilse og Peter Pfeiffer, Altöting og Karin Steinecke, sömuleiðis. Og við vitum að þetta fólk og svo mörg eru með okkur í hjarta sínu og það gott að finna það. En við skulum byrja á því að helga þessa stund, taka augnabliki frá fyrir Guð og fyrir minningu Mörtu og það gerum við með því að merkja okkur krossinum og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Legg ég nú bæði líf og önd, ljúfi Jesús í þína hönd. Síðast þegar ég sofna fer, sitji Guðs englar yfir mér. Amen. Heyr mína bæn, mildasti blær, berðu kveðju mín yfir höfn, syngdu honum saknaðar ljóð, vanga hans blítt, vermið þú sjálf, verum mjúkum, kysstu hans brá, ástar hvísla mér frá. Syngið þið fuglar, ykkar fegursta ljóðaval, flytjið honum í indælum óði, ástarljóðum mitt, heyr mína bæn.
draum heimi í. Dveljum við þá daga langa, saman tvö ein. Heyr mínar bænir og þrá. Ég valdi fyrir okkur ritningalestur úr Sálmónum í Gamla testamentinu og þessi mörg þúsund ára gömlu orð sem að hafa fyllt mannkyni allan þennan tíma, þau fjalla þetta loforð, að það er ekkert til sem heitir að tínast frá Guði, hvorki lífi né dauða, og það er svo gott að heyra það sagt þegar við missum ástvin okkar. Drottinn, þú rannsakar og þekkir mig. Hvort sem ég sit eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar og eigi er þá orð á tungu minni að þú, Drottinn, þekkir það eigi til fulls. Þú umlykur mig á bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Hvert get ég farið frá anda þínum, hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég stígi upp í himininn, þá ertu þar. Þótt ég gerði undirheimaða hvílu minni, þá ertu einnig þar. Þótt ég lyfti mér á vængjum morgunroðans og settist við hið ysta haf, einnig þar mundi hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Amen. Tíminn flýgur áfram og hann teymir mig á eftir sér og ekki fæ ég miklu ráði það hvert hann fer, en ég vona bara hann hugsi svolítið hlýlega til mín og leiði mig á endanum aftur til þín. Ég gaf þér forðum keðju úr gulli hálsinn þinn, svo gleymdir þú mér ekki í dagsins amstri nokkurt sinn. Í augunum þínum svörtum horfði ég á sjálfan mig hríð og ég vona að ég fengi bara að vera þar alla tíð. Það margt sem angrar en ekki það þó biðin, því ég sé það fyrst á rykinu hve langur tími liðinn og ég skrifa þar eitthvað með fingrinum sem skiptir öllu máli, því að nóttin mín dimm og ein og dagurinn á báli, og andlitið þitt málað, hve ég man það alltaf skýrt. Auglínur og bleikar varir, brosið svo hýrt. Jú, ég veit vel að ókeypis allt það sem best, en svo þarf ég að greiða dýru verði það sem verst. Ég sakna þín í birtingu, að hafa þig ekki við hlið mér, og ég sakna þín á daginn þegar sólin brosir við mér, og ég sakna þín á kvöldin þegar dimman dettur á, en ég sakna þín mest á nóttunni svipirnir fara á stía.
erum saman þarna tvær, stjörnur á blárri festingunni sem færast nær og nær. Ég man þig meðan augu mín eru opin hverja stund, en þegar ég nú legg þau aftur fer ég á þinn fund. Þá býð ég ykkur að rísa á fætur fyrir guðspjall. Ég flyt fyrir ykkur guðspjall þar sem Jesús talar sig sem góða hirðin og ítrekar þetta loforð, það okkur hugsað. En textinn byrjar á setningu dýrmæti lífsins. Og ég held nefnilega að Marta hafi verið svo innilega sammála þessari setningu þar sem Jesús segir: ég komin til þess að þeir hafi líf í fyllstu gnægð. Já, Marta hafði gaman að lífinu og hún vildi lifa því í fyllstu gnægð. Og Jesús heldur áfram: ég góði hirðirinn, og góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Sá sem leigður og hvorki hirðir né á sauðina, hann flýr og yfirgefur þá þegar hann sér úlfinn koma og úlfurinn hremmir þá og tvístrar. Enda gætir hann sauðan aðeins fyrir borgun og ekkert annt þá. Ég góði hirðirinn og þekki mína og mínir þekkja mig. Ég legg líf mitt í sölurnar fyrir sauðina. Gjörið svo vel. Þig í heiminn og hjúraða sér. Hún heitast þig elskað og fyrirgaf þér. Hún ætíð skjól þitt, þinn skjöldur og hlýr. Hún íslenska konan sem mól þig og þér helgar sitt líf. Með landnemum syndum svarandi haf. Hún sefaði harma, hún vaktir, hún svaf. Hún þerraði tárin, hún þerraði blóð. Hún var íslenska konan sem allt á að þakka vor þjóð. Íslenska konan sem gefur þér allt sem hún á. Sólarsýn.
þegar móðirinn lögð í morg. Þá lítur þú höfði og tár falla á fót. Þú veist hver var skjól þitt, þinn skjöldur og hlýr. Það var íslenska konan sem ól þig og gaf þér sitt líf. En sólin hún hnígur og sólin hún rís og sjá þér við hlið þín hamingju dís sem ætíð skjól þitt, þinn skjöldur og hlýr. Það íslenska konan tákn trúar og vonar sem hann þér og þér helgar sitt líf. Takk fyrir. Marta var lífsglöð og ákveðin kona sem vissi hvað hún vildi. Það stoppaði hann ekkert ef hún einsetti sér eitthvað og hún var forvitin og áhugasöm veröldina. Marta hafði gaman af að ferðast og kynnast nýju fólki. Hún var brosmild og gat verið hrókur alls fagnaðar. Oft samdi hún og flutti ljóð við allskyns tilefni, spilaði á píanó og gítar og gat meira að segja átta til að jóðla ef svo bar undir. Marta var félagslega virk og naut margs í þessu lífi. Já, í Guðspjallinu sem ég las áðan segir einmitt Jesús sjálfur: ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fyllstu gnægð. Guð skapaði ekki þessa stórkostlegu tilveru til þess eins að við fæðumst og þraukum svo bara þangað til þessu lýkur. Það hreinlega vilji Guðs að við lifum af alefli og njótum allra þeirra gæða sem eru allt í kringum okkur. Ég held að Marta hafi átt þessa visku í hjarta sínu og lifað eftir því. Marta Pálsdóttir fæddist í Reykjavík 4. nóvember 1940. Foreldrar hennar voru Hermína Halldórsdóttir og Páll Einarsson og Marta átti einn eldri bróður, Val Pálsson, en hann lést árið 2020 og blessuð sé minning hans. Í æsku fór Marta nokkru sinnum í vist í Bárðardalinn að sumri til. Hún gekk í Laugarnesskóla áður en hún fór í gagnfræðiskóla verknáms, en eftir það vaknaði útþráin. Marta fór til Bretlands árið 1958, þá 18 ára gömul, þar sem hún fór í enskuskóla í Cambridge. Þegar hún kom heim tók vinnumarkaðurinn við, en ævintýrunum var þó ekki lokið. Árið 61 fóru þær vinkonurnar Marta og Guðrún alla leið til Feneyja, sem var heilmikið ferðalag á þessum tíma, og þessi ferð var mikil upplifun. Marta sagði oft frá henni lengi á eftir, en ferðalög áttu eftir að vera mikið áhugamál í lífi Mörtu alla tíð. Marta var heldur ekki hætt að læra, en seinna á lífsleiðinni fór hún í öldungadeild menntaskólans við Hamrahlíð, þar sem hún lærði þýsku og félagsfræði, en hún fór svo alla leið til Þýskalands til að nema þýsku í Goethe Institut í Iserlohn í Þýskalandi og síðan til Hamborgar. Góð tungumál og kunnátta Mörtu varð oft lykill að áhugaverðum störfum og hennar fjölbreytta ferli. Og strax sem ung kona starfaði hún sem skrifstofudama hjá Sighvati Einarssyni og Kó og þar kom ensku kunnáttan að góðum notum, en það féll meðal annars í verkahring Mörtu að rita bréf til erlendra birgja. Marta hafði líka gaman af því að skemmta sér og dansaði gjarnan á borginni á sínum yngri árum og eitt kvöldi þar kynntist hún Leifi Þorleifssyni og ástin kviknaði.
Þau giftu sig 30. desember 1963 og hófu búskap sinn á Njálsgötu 87. Þar bjó stórfjölskyldan, en Páll faðir Mörtu hafði byggt húsið og á neðstu hæðinni rak hann verslun. Með tímanum stækkaði svo fjölskyldan, en Erla, dóttir þeirra, fæddist árið 1964 og Páll Þór árið 66. Þau hjónin byrja að byggja sér hús árið 1969 hér í Garðabæ. Verkið tók sinn tíma, en þau flytja inn 1970 og bjuggu hér allar götur síðan. Starfsferill Mörtu spannaði ýmis svið. Hún vann hjá Verkfræðistofnun HÍ, Hagstofunni og í fjármálaráðuneytinu. Hún var nýjungagjörn og eignaðist snemma tölvu heima hjá sér því hún tók þátt í tölvuvæðingu Hagstofunnar og fjármálaráðuneytisins. Í kringum 1978 stofnaði hún ásamt mágkonu sinni Nönnu verslunina Sporið í Grímsbæ. Og þá vann hún fyrir FÍB, Félag íslenskra bifreiðaeigenda, þar sem ferðaáhuginn nýttist vel því hluti af hennar starfi var að ráðleggja fólki hvernig ætti að keyra erlendis og veita ýmis hagnýt ráð í tengslum við ferðalög. Eftir það vann hún fyrir Arnarflug og Hjúkrunardeild Háskóla Íslands, en seint á sínum ferli ákveður hún að hefja nám við leiðsögn hjá Leiðsöguskóla Íslands og endar sinn starfsferil sem leiðsögumaður fyrir þýsku og enskumælandi ferðamenn. Marta var vinsæll leiðsögumaður, en hún lagði sig fram við að skapa stemningu eins og henni einnig var lagið. Og stundum fékk hún bréf frá ánægðum viðskiptavinum sem voru komnir til síns heima. Það kom líka fyrir að ferðafólk sem kom aftur til Íslands hefði samband við hana bara til að hittast og spjalla því það hefði verið svo gaman að kynnast henni í gegnum leiðsögustarfið. Það kemur ekki á óvart að Marta var einstaklega virk félagslega. Hún var meðlimur í kvenfélagi Garðabæjar alla tíð og í hjónaklúbnum sem stóð alltaf fyrir mikilli gleði hér í bænum síðasta dag vetrar. Hún var auk þess í leikfimihópum Lovísu Einars, fimleikahópunum Langreisum og Amsterdam-hópnum. Nöfnin á hópunum urðu til af því þær fóru í keppnisferðir, bæði hér heima og til útlanda og sýndu hópfimleika meðal annars á Ítalíu, í Svíþjóð og svo einmitt í Amsterdam. Þetta voru meiri háttar ævintýri og gleði. Þær sýndu nokkru sinnum fimleika hér í Garðabænum á 17. júní og slógu að sjálfsögðu í gegn. Marta naut þess að taka þátt í starfi ITC eða International Training in Communication, þar sem hún sótti ráðstefnur í útlöndum. Já, Marta var alla tíð að læra nýja hluti og það einkenndi hjónaband þeirra Leifs að þau gerðu það sem þau langaði og stoppuðu aldrei hvort annað. Það hefði nú líka lítið þýtt fyrir þau að ætla að standa í vegi fyrir hvort öðru því þau voru bæði tvö mjög ákveðnar manneskjur. Sem dæmi það var að Marta var mikil skíðamanneskja, en Leifur ekki. Og hún vildi gjarnan fara í skíðaferð til útlanda. Stundum fóru með henni vinkonur, Erla dóttir hennar og einstakar sinnum Leifur. En svo fór hún bara ein, ef svo bara undir og kynntist fólki á leiðinni. Það þótti nú svolítið undarlegt svona á sínum tíma að gift kona færi í ferðalög til útlanda og skildi eiginmanninn eftir heima, en Marta var ekkert að velta slíku fyrir sér. Hún hafði nú líka tilhneigingu til að segja bara það sem hún hugsaði og veltiði lítið fyrir sér hvernig áheyrendur tækju því. Það féll ekkert alltaf í góðan jarðveg og gat valdið árekstrum, en Marta hélt ótröð áfram. Sameiginleg áhugamál þeirra Mörtu og Leifs voru auðvitað fyrst og fremst afkomendurnir, en líka garðurinn og húsið. Þar brösuðu þau saman og ræktuðu upp garð frá grunni, enda var Garðabærinn lítið annað en melar og móar í upphafi. Í raun eins og lítið þorp þar sem allir þekktu alla. Marta hafði gaman af ömmuhlutverkinu og var skemmtileg amma, en Erla á stjúpdótturina Anítu og Páll Þór og eiginkona hans, Helga María Fressmann, eiga börnin Elvi Björk og Daniel Þór. Amma Marta prjónaði mikið á börnin, spilaði með þeim golf og gerði skemmtilega hluti eins og að fara með Anítu og Elvu í kvennahlaupið. Þar var hún nú fyrst og fremst að sækjast í kraftinn og stemninguna frekar en hlaupið sjálft og naut andrúmsloftsins með ömmustelpunum sínum. Og Marta var líka amma sem hvatti barnabörnin áfram í lífinu. Hún var sérstaklega hvetjandi þegar kom að hvers kyns námi,
Enda viss hún af eigin reynslu hvað það getur verið gagnlegt og nærandi að bæta við sig þekkingu. Þegar efri árin færðust yfir, byrjaði Marta að finna fyrir gleymsku. Hún fór í skanna árið 2019 og þar greinist hún með Alzheimer. Hún fekk pláss og viðeigandi hjúkrun á Ísafold í október 2023 og það hjálpaði til í baráttunni við sjúkdóminn að lyf sem hægja á sjúkdómnum virkuðu vel á hana. En svo kom að því að hún fekk lungnabólgu sem líkaminn réð ekki við og lést núna á Ísafold 28. desember 2025 eftir viðburðaríka ævi. Nú biðjum við þess að Marta fái að hvíla í eilífðinni hjá góðum Guði, umvafin ljósi og kærleika. Marta Pálsdóttir, far þú í friði. Friður Guðs þig blessi, hafðu þökk fyrir allt og allt. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, in which I'm certain I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exception. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, where I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way. I loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no,
Við skulum biðja saman. Góði Guð, Faðir okkar og móðir á himnum, þú sem gefur lífið og hefur dauðan á valdi þínu. Já, Drottinn, þú ert með okkur öllum stundum og engum nær en þeim sem syrgja. Umvefðu Mörtu sem horfin frá okkur og slepptu ekki hendiðinu á henni. Við þökkum fyrir tímann sem Marta fékk með ástvinum sínum og allar dýrmætar minningar sem við biðjum þig að blessa hér í dag. Og ég bið þig að blessa fjölskyldu og ástvini hennar alla og sendu englaðina góði Guð til að umvefja þau. Látt okkur komast á raunum að allt verði að lokum til góðs og sameina anda sem unnast í eilífu ríki kærleika þíns. Og allar bænir okkar felum við í bæninni sem Jesús kendi og biðjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Hvers virði allt heimsins prjál, það enginn hér sem stendur kyrr, aðrir hverfa braut, sem vill þér jafnan veg og deilir með þér gleð og sorg. Þá áttu minn en ekki neitt, en þú átt engan veg. Hvers virði að eignast allt í heimi hér, en skorta þetta eitt sem að enginn getur keypt. Já, hversu ríkur sem þú telst og hversu fullar hendur fjár, þá áttu minn en ekki neitt, en þú átt engan veg. Það komin vetrartíð með veður köld og stríð. Ég stend við gluggann, myrkrið streymir inn í huga minn. Þá finn ég hlýja hönd, sál mín lifnar við, eins og jurt sem stóð í skugga en hefur aftur litið ljós, mín vetrarsól. Hvers virði
Gjörið svo vel og rísið á fætur fyrir moldun. Lofaður sé Guð sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég lifi og þér munuð lifa. Marta Pálsdóttir, af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða og af jörðu skaltu aftur upprísa. Já, Drottinn minn gef dánum ró og hinum líkn sem lifa. Og ég legg til að þau sem treysta sér til standi áfram og við jafnvel tökum undir með okkar dásamlega tónlistafólki. Takk Jóhanna og Ingvar fyrir allt sem þið eru búin að gefa inn hér í dag og við fáum að raula með í síðasta sálminum. Bálför mun fara fram síðar og ykkur gefst nú í lok athafnar tækifæri til að signa yfir eða kveðja með ykkar hætti á leiðinni yfir í erfidrykkjuna. Ég tek það fram sem stendur í sálmaskránni að ykkur er öllum boðið hér yfir í safnaðarheimili að þiggja veitingar og samfélag. Við ætlum að hafa þann háttin á að við signum yfir hér inn í kirkjunni og ég held að ég fari rétt með að það er sér íslenskur siður að ganga sólarsinnis kistu ástvina. Og það er líklega vegna þess að við erum þjóð sem veit hvað sólin skiptir miklu máli og við vitum líka að eftir dimman vetur kemur vorið og það kemur dagur eftir þennan dag. Svo þegar við göngum í fótspor forfeðrana þá erum við að minna okkur á þessa von að sólin rís. Hún rís í fyrramáli og hún rís líka hinum megin og minnir okkur á upprisuna. Þið megi koma hér á eftir í kringum kistuna og signa yfir hérna megin og til að allt gangi vel þá er ágætt að taka þennan gang út og þá erum við ekkert að rekast á hvort annað. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.